Já, velkomin á Guðs þjónustu hjá Frelsi TV. Ég hef haft þessa hugvekju sem að ég ætla að flytja nú, hef ég haft lengi í huga og hjarta. Og í ljósi aðstæðna á Íslandi. Og ég sé meira að segja mjög marga þegar að þið sem hafið hort á vídeóin mín, sérstaklega síðasta vídeóið fyrir utan skiptilyklafundin. Skiptilyklafundin eru vinnufundir, en þá var ég að gera vídeó New World Order sértrúasöfnuðin sem að stjórnar núna á Íslandi. Og við köllum þennan sértrúarhóp á Íslandi valdstjórnina dagsdaglega og hún núverandi ráðandi trúarhreyfing og fólk á opaslega erfitt með að fólk lifir í svo miklum blekkingum að það áttar sig ekki á því að það í rauninni sama kerfi og til dæmis kaþólska kirkjan var byggð upp. Og þetta eru blekking aldanna sem við erum að fjalla og það verið að blanda Guði inn í málið og þegar menn segja orðið Guð þá getur það þýtt svo rosalega margt og flestir sem hafa alveg lesið Biblíuna virðast ekki skilja bofsið hvað stendur þar og reyndar Biblían náttúrulega svo stóra það getur eiginlega hver sem komist að sinni skoðun með Biblíuna eða Kóraninn eða hvaða rit sem eða Búddaritin eða hvaða rit sem og markmiðið með öllu þessu leikriti og öllu þessu dæmi og allir þessum blekkingar og lygar og ofbeldi og viðbjóður hefur allt eitt markmið og ég skal sýna ykkur mynd af markmiðinu. Það þetta það verið að loka okkur inn í búrum og svo erum við notuð til þess að verpa eggjum og eggin eru gríðarlega verðmæti og þau eru tekin og þeir sem að eru í elitu aldanna, þeir eru þessi kall bóndinn og bóndinn lætur ekki hænurnar í þetta egg bóndinn kaupir korn og gefur hænunum og ástæðan fyrir því að hann lokar hænurnar inn í búri einfaldlega til þess að sé auðveldara fyrir hann að ná í ávextina sem eru eggin og síðan væntanlega eitthvað kjöt og þið sem að horfðuð á þáttinn minn New World Order þar sjáið þið bara þessa nýjustu útgáfu af kjúklingabúi og núna mikil mótmæli til dæmis við svona búskap og þá taka bændunar einfaldlega upp á því að setja hænurnar í girðingu og þær fá að labba frjálsar sem bara örlítið skárra, það alveg rétt og síðan koma þau þá í eitthvað hús og þar verpa þau en það hefur nákvæmlega sama element sko ég get ekki alveg séð
sko, skiptir máli ef við hugsum þetta yfir í fólkaheim, sko, skiptir máli hvort við erum í búri sem rautt eða blátt til dæmis, skiptir einhverju máli. Þú ert alveg jafn mikið í búri. Og þannig að þetta hið eilífa markmið. Og sko, í raun til dæmis þarft ekki, sko, þetta miklu flóknari aðgerð gagnvart mannfólki heldur en gagnvart hænum. Þegar að menn ætla að nýta sér menn í sama tilgangi, þá það miklu flóknari fræði. Og sko, á tímum Egypta, þá ég var nefnt að lesa greinina hans Illuga Jökulssonar, sem að ég veit að hlustar svolítið á mig, að hann að vakna upp með harmkvælum og þá hlaupa menn í grunninn sinn, og hann hafði nú verið í ykkur svona biblíusögum eitthvað slíkt, og ég þekki þetta ekki, ég bara hann að tala um í mínu ungdæmi, voru frásafnir í biblíu, og ég bara að lesa þetta svona hraðferð sem hann að segja, og og að mínu viti smá skekkja. Hann að lesa biblíuna eins og valdstjórnin vill að við skiljum hana. Og ef að ég myndi til dæmis, segjum sem dæmi, ég myndi taka símaskrána á Íslandi og ég myndi skrifa framan á hana með svörtum tússpenna, stórum stöfum, dauðalisti, og rétta símaskrána til einhverja morðingja, og þeir myndu síðan fara bara eftir allir í símaskrána og drepa alla sem í símaskráni. Eru þá símaskrár neikvæðar, eða semst vondar? Eru þá það að safna saman nöfnum af fólki og símanúmer til þess að aðrir geti hringt í þá? Það orðið þá vond eða illt? Sko, biblían, gamla, ef ég fer nú svona aðeins bara í biblíufræðin, þetta guðþjónusta, þannig að þið eru væntanlega að búast við ykkur svona biblíuhjali. Sko, biblían ef við tökum gamla testamenti bara, þetta eru svolítið marga bækur, sjáðu þið. Og þessar bækur eru settar inn og ritskoðaðar af gyðingum. Þið vitið að Jesú var gyðingur, eða sögupersonan Jesú var gyðingur. Þannig að þegar Jesú fæðist, og ég alveg opinn fyrir því að Jesús hafi Hórus, eða sko það talaði að séu einhverjir 100 eða nokkur 100 sögur svipaðar á Jesú frá svipuðum tíma. En það skiptir bara akkurat engu máli. Sko, til dæmis að við tökum aftur dæmisöguna símaskrána, skiptir einhverju máli ef að símaskrá notuð sem dauðalisti, hvort hún 300 blaðsíður eða 800 blaðsíður. Skiptir það einhverju máli? Það bara verið að misnota hlutina. Og ég á mínum yngri árum frelsaðist og hafði mikinn áhuga á öllu sem að viðkemur biblíunni, og sótti öll biblíunámskeið sem voru í höfuðborginni, og alveg saman í hvaða kirkju það var. Ég fór á öll biblíunámskeið sem ég frétti, auglýsti eða sá af. Og þannig að ég náði samhenginu í Gamla testamentinu, og það Gamla testamentið, og sko biblían, af hverju biblían mest selda bók veraldasögunar, og af hverju Jesús Kristur þekktasti maður heims? Ég meina, fara út á götu og spurði eitthvað, veistu hver Jesús Kristur er? Og spurði svo líka hvort þekki lofgjörðarleiðtogann okkar, hann Frank Zappa. Það ekki nátt allir Frank Zappa, hlýtur bara að vera.
að sko í Mósebókun eða sem sagt í Gamla testamentinu þá er verið að leita að ákveðnum hlutum sko og og niðurstaða Gamla testamentisins er eiginlega að sú leið sem að Gamla testamentið er að reyna að fara gangi ekki upp. Að það sé ekki og þá er það eins og ég fjallaði áður, þá er það hópismin og einstaklingsismi. Og Gamla testamentið byrja nú svolítið svona bara 2 einstaklingar í Edengarðinum og allt þetta, sko þetta er allt saman líkingasögur. Þetta er allt saman myndlíkingar. Og skiptir raun einhver máli hvort þetta sé satt eða ekki, til þess orðskviðinir. Þú veist, hvað eru þeir? Orðskviðin, þetta er bara samansafnað svona viskubrunnum eins og Snorra þetta, hvað heitir hana? Ég stóluðu með hvað hún heitir Hvað hún heitir ljóðin eða hvað heitir íslensku bækunar. Þið finnið það nú bara fyrir mig. Þið áttu ykkur að þið getið postað á kommentin við vídeóið, þá sé ég strax hvað þið eruð að pæla. Og eins og núna, þið getið hjálpað mér með þetta, hvað heitir bókin í Íslendingasögunum sem er svipuð orðskviðunum. En það sem gerist er að hópismin er keyrður alveg í botn í Egyptalandi, þar fóru menn og hlupu út í eyðimörkina, voru 40 ára að þvælast leið sem að tekur viku og þeir voru 40 ára að leita að einhverju sannleika og það er til dæmis fróðlegt að lesa fjallsöguna eða þegar að Móse kemur með boðorðin 10 að þá var fólki talið trúum það ef það fær upp á fjallið þá myndi það deyja. Það var svo mikill máttur Guðs á fjallinu að það myndi deyja að fara upp til fjallsins. Og þannig að þetta er valdstjórnar blekking sem Móses er að beita þarna. Og þá kem ég niður að þessu sem er yfirskriftin á þessu vídeó hjá mér, það er Guð, Guð og Guð. Og það er semst Guð með allt með litlum stöfum, Guð með stórum staf og 2 litlum stöfum og svo Guð allt í hástöfum. Sko Guð allt með smáum stöfum erum við. Það eru einstaklingarnir. Og Guð með stórum staf og 2 litlum er alheimurinn, þyngdarlögmálið, áhrif tungsins á manneskjuna, áhrif sólkerfisins á manneskjuna, hvernig sólin hefur áhrif og ávextir náttúrunnar og allt sem við kemur umhverfinu sem er í. Það er Guð með stórum staf og 2 litlum. Guð bara með stórum stöfum er blekking, líka svona lögfræði blekking og það er mammon og allt þetta hlutabréf og mammon og allir þessi pappírsviðskipti. Það er í stórum stöðum og það er ótrúlega fáir sem virðast átta sig á þessum mun og svo blaðra menn fram og tilbaka og segja, Guð er versti maður í heimi, hann er bara drepandi all og hann ber ábyrgð á öllum hörmungum og svo er bara bladrað hægri vinstri út og suður. En sko það er hugsanlega rétt að öll stríð sem að svona í nútíma mannkynsögu eru barist fyrir Guð. Öll stríð sem eru í gangi núna og til og með stríðið gagnvart Íslendingum, það er barist fyrir Guð með hástöfum. Og þið sáu nú einmitt í vídeó sem ég gerði daginn þar sem að ég var að tala hvernig veit ég þetta. Það er bara því að það er bara merkin að eins og ef ykkur er merktur í kaupfélag Skarfirðinga vinnufötum og þá reikna ég væntanlega með því að hann vinni fyrir kaupfélag Skarfirðinga.
eða bara honum finnst það svona flotti búningar hann hefur keypt þá, ég veit það ekki. En þetta er guð sem að all stríð heimsins í dag til dæmis snýst um. Og þetta peningakerfi sem hérna var stofnað 1913 og þetta hérna eru registernúmer inn í og þið sjáuð á fæðingavottorðan ykkar. Reyndar hef ég ekki séð á Íslandi en á fæðingavottorðan til dæmis í Noregi þá eru þau öll með svona númeri og Norðmenn eru búin að komast að því að þeir geta farið í New York Stock Exchange og flett þessu númer upp sem var á fæðingavottorðinu þeirra og þá dúkkar nafnið þeirra upp. Og það er ekkert verið að hafa fyrir því að segja fólki frá því að það sé hlutabréf á hlutabréfamarkaði. Af því að þetta er blekking. Þið hafið lifað í blekkingum. Og Biblían, það er til dæmis einn gaur sem er mikið svona að reyna að finna siðferðið upp aftur. Hann hérna Stefan Miljö Molinux, já, hérna kemur hann. Gaur hérna sem er mjög merkilegu gaur, sko. Hann er óbúslega mikið að hérna finna upp hjólið aftur. Og hérna hann lýsir sig yfir sem atheista og hann er mjög hrifinn að Rand Corporation og hann er alveg á kafi í þessum New World Order trúarbrögðum. Og fyrir mér þá gerir hann gríðarleg mistök. Mæli með því hlustið á þetta. Það er hérna bækur og hljóðfælar og það er hægt að hlusta á þetta. Og reyndar eru sko allar niðurstöðunar hjá honum alveg út úr korti, sko. En það er ein bók sérstaklega sem er merkileg hjá honum. Það er þarna Universally Preferable Behavior. Það er svona grundvallar siðferði mannkyns. Og þegar hann er að tala þetta hérna, og ég hef hlustað á þessa bók einu sinni tvisvar og er að hlusta í þriðja skipti, og þegar hann er að tala þetta hérna, þá getur þú fundið nánast öll þessi element hérna í Nýja testamentinu. Öll elementin sem að Stefán er að tala og skrifandi heila bækur og allt slíkt, hann getur fundið öll þessi element hérna í Nýja testamentinu. Og hérna þannig að hann er svolítið að vinna gegn sér, sko. Hann er svolítið að tvívinna. Og það sem allt snýst er þetta hérna. Og til þess að gera þetta með menn, þá er aðferðin sem er notuð skattar og tollur. Það, og til dæmis Seðlabankinn með því alltaf að lækka verðmæti krónunar, þá er Seðlabanki bara að taka ekstra toll, sko. Til dæmis að ég myndi spyrja Íslendinga hverjir innheimta skatt og toll, eða hverjir innheimta skatt á Íslandi, þá myndi allir segja að það er skattstofan, skatturinn, hann innheimtir það, en það er ekki rétt, það eru 2 sem innheimta skatt. Eða það eru komnir 3, sko, á Íslandi, það er alveg Kúksus klan, sko. Gjörsamlega galið. Að það er skatturinn sem innheimtir skatt, Seðlabankinn innheimtir skatt með að rýra gjaldmiðlinn og lífeyrissjóðir innheimta skatt með lífeyrissjóðsgjöldum. Þannig að Íslendingar eru alveg bara í sko vestu sort af svona búrum. Við erum ekki einu sinni í svona búri. Og hérna það sem alla dreymir er að vera frjáls eins og fuglinn. Það er ekkert ný vísindi. Hvernig í ósköpunum komast þessir fuglar af þegar það er enginn sem að gefa þeim mat? Hvernig geta þið það?
En sem sagt, til þess að stjórnkerfið snýst alltaf að innheimta skatt með valdi. Og ég hef sagt það núna nokkuð oft á bloggi og fleira slíka, meira að segja hjá formanni fjárlaganefndar Alþingis, hún svaraði mér nú ekki eðlilegum ástæðum. Þá hef ég verið að segja við fólk að innheimta skatt með valdi glæpur gegn mannkyni. Og þá svimar fólki bara að það er og þetta endurspeglast í Biblíunni. Til dæmis flestar svona uppreisnir almennings snúast gegn skattinum og skattkerfinu. Bylting Bandaríkjanna 1776 var að það farið gríðarlega mikið af fólki frá Evrópu til Bandaríkjanna og þar upplöðu þeir allt í einu frelsi. Þegar þeir komið til Bandaríkjanna þá upplöðu þeir þessa tilfinningu hérna. Þeir voru bara frjáls eins og fuglinn, hvert það sem sýndist, og hann ennþá til sem þjóð, þannig að þeir dóu ekkert út við það að fara úr búrunum, og Ameríkanar upplifðu þessa frelsistilfinningu allt í einu. Og síðan kom konungur, bóndinn, eggjabóndinn, kom til Ameríku og sagði, heyrðu, fuglar, þið getið ekkert verið hérna bara hlaupandi út öll tún og njótandi lífsins, þið þurfið að greiða 3% skatt. Og Bandaríkjamenn sögðu bara nei, bara drulluð þið ykkur úr landi hérna kóngsins menn, það voru rauðstakkarnir sem var kallað, og við munum einfaldlega fara í stríð við ykkur til þess að hafna því að borga skatt. Og það er svo söguskýring sem að þið hafi væntanlega heyrt sjaldnast. En málið er það, ef við förum í Biblíuna og flettum bara upp á orðinu skattur, þá sérðu í Gamla testamenti, þá er skattgjaldið til handa drottni, alls konar pælingar hvernig skatturinn eigi að vera. Og ef við lesið skattapælingar í Gamla testamentinu, þá var allt bara verið að spá í hvað ég að taka mikinn skatt. Og Sýrlendingar skattskyldir, þegar Davíð, ef þið lesið þetta, þá er bara allt snýst að taka skatt. Síðan komið í Nýja testamentið og þá breytist tónninn, sko. Getum við séð toll líka, sama gildir tolla, sko. Að sjáum við alls konar pælingar tolla og gjöld. Og síðan er þetta, ég veit ekki hvort að þeir sem hafa verið í kirkjunum eða hvort að guðfræðingunum hafa verið kennt þetta vers hérna. Og hugsanlega búið að klippa þetta út úr nýju biblíunni sem valdstjórnin gaf út. Og ég ætla bara að lesa þetta vers. Þá þeir komu til Kapernaum, gengu menn þeir sem heimta inn musterisgjaldið til Péturs og spurði, geldur meistari yðar eigi musterisgjaldið? Hann kvað svo vera. En hann kom inn, tók Jesú fyrr til máls og mælti, hvað lýst þér Símon, af hverjum heimta konungar jarðarinnar toll eða skatt? Af börnum sínum eða vandalausum? Af vandalausum, sagði þá Pétur. Jesú mælti, þá eru börnin frjáls. Og þá hann að tala börn og konunga jarðarinnar. Og þið vitið það að til dæmis þeir sem eru komnir hæðst í elitumafíun á Íslandi, þeir sem eru sendiherrar og þeir borga engan skatt, sko. Og við vitum til dæmis að bankaplottið allt saman, til dæmis þessir nýju og gömlu bankar, það snýst allt það að þeir gömlu bankarnir borga engan skatt, þeir eru bara í skattfríðindum.
og ég veit að stór hluti til þess að klerkastéttinni sem kallar sig lögfræðingastéttin og hagfræðastéttin, þeir greiða engan skatt. Það bara fyrir okkur þessa vandalausum. Og hérna kjarni málsins. Þeir sem ekki, svo eru menn að bara alltaf fara að vaða í einhverja byltingar og sko það byltingakonseptið fundið upp af elitumafíunni til þess að fólk stilli sér upp fyrir fram að vélbyssusveit og það sem að valdstjórnir segja að sko, og einn af síðapóstólunum þeirra, hann talar order out of chaos eða regla úr öngþveiti eða upplausn og það það sem að það svona hernaðartæknin og þeir til dæmis segja líka Rana Manuel sagði, sem einn af þessum operatorunum í þessari New World Order hefingu, hann talar að láta ekki krísu fara til spillis og þá hann að tala náttúruhamfarir eða hvað sem eiginlega og og tilgangurinn til þess að svo núna, tilgangurinn með að keyra öll fjármálakerfin í klessu að byggja upp annað módel af þrælakerfi. Þetta þrælakerfi sem búið að keyra núna í 100 ár frá því að dollarinn kom út, það svolítið að keyra til enda. Og þessi kerfi keyra sig alltaf til enda og sérstaklega þegar skiptur kynslóðir. Af því að sko yfirleitt einhver hópar af fólki sem að kemst ofta að einhverjum svona einföldum sannleika og ofta búin til einhver svona, eins og Mósi var alltaf að fara á fjallið, það mátti enginn annar fara upp á fjallið og þetta sem heitir okkult, sem dregið orðinu okkultus í latínu og okkultus þýðir auga og okkult eða sem sagt okkult trúarhópar, þeir halda ákveðnu sannleika frá fólki. Að til þess að blekkja fólk þarf að halda raunveruleikanum frá því. Og og sú blekking sem við lifum í núna þessi pappírseðlar sem kallaði verðmæti eða peningar. Sko, ef þú ert með peninga, segjum þú sért með dollara og segjum þú sért með bara svona segjum þú sért með hérna dæmi svona pappírspenning, segjum þú sért með $100 trilljón í peningum, segjum þú sért með 100 trilljón svona seðla, þá væntanlega segjum að það vegi 2 tonn og þú spyrði hvers virði þessi $100 trilljón virði. Það sennilega minna virði heldur en sömu kíló af klósettpappír. Þetta klósettpappír getur menn notað til að skeina sér eða snýta sér eða þurrka borðinu eða eitthvað. Þessi pappír hérna mjög óhentur og í allt svoleiðis. Þannig að þú getur bara sagt sama kíló af peningum aðeins minna virði heldur en eldhúsrúllur og klósettpappír. Og hérna sjáðu alltaf þetta registri sko. Það lítur allt sem að voðalega frumlegt út sko. Og hérna registrið og veist hvaða fávitar gefa út pening sem $100 trilljón. Hvernig endaði því? Hvað gerðist? Þetta þýðir bara það að það var verið að ræna fólki svona rosalega hratt. Og það oft gert sko til þess að starta byltingum og fleira slíkt, þá gjaldmiðillinn keyrður niður og keyrður í klessu. Og þannig að þetta
er það sem allt snýst toll eða skattar. Að innheimta toll eða skatta með valdi er glæpur gegn mannkyni. Það er alveg ljóst að það er. En ef ég sný nú aðeins meira að efni eða yfirskriftinni Guð, Guð og Guð, þá er þessi innri Guð okkar sem er í litlum stöðum, það erum við sjálf. Og ég veit ekki með ykkur, en ég trúi því að ég sé til. Ég trúi því absolutt, sko. Og ég get alveg að þið trúið ekki, ég veit það ekki, en ég trúi því allavega. Og þess vegna allir þegar þetta er kallað trúarbrögð, og jafnvel það að kalla þetta trú er blekking. Að til dæmis ég þarf engan, við þurfum, trú er fullvissa um það sem augað fær ekki séð. Þetta er orð úr Biblíunni. Og ok. Þú þarft ekki, og meira segja þú lest Biblíuna, þú þarft ekki að fara í svona þú þarft ekki að fara einu sinni í svona vitleysu til þess að nýta Biblíuna. Af því að Biblían talar raunveruleika. Biblían talar ekki mikið svona álfar, eitthvað svona spooky. Biblían er mjög nálægt raunveruleikanum, en þið þurfið reyndar að átta ykkur á því hver skrifaði Biblíun, eins og sagði, þú getur tekið símaskrána og ef þú breytir bara forsíðin í dauðalisti, þá ertu búin að breyta merkingu þeirrar símaskráið ekki. Og sami með Biblíuna, af því að í boðskap Jesú Krist er svo svakalega sterkur boðskapur, og að menn hafa verið að reyna að fela þennan boðskap, og til þess að fela boðskap Jesú Krist, sem er eiginlega svo fyrsti sem að ég allavega frétti af, og ég hef aldrei hitt Jesú, sko, í þessum veruleika sem ég upplifi, ég til dæmis ekki snert á honum eins og ég hef faðmað konuna mína, að það er ekki þannig sem að ég hef kynst Jesú. Ég hef kynst þessari hugmynd á andlegu hlið sem að Jesú er að tala um. Og þannig að ég þarf í sjálfum sér enga trú til þess að vita það að ég er til. Og þannig að og Jesú einmitt talar mikið einstaklingin. Gjörið öðrum eins og þér viljið aðrir gjöri ykkur, sem þýðir það að þeir sem er að drepa ykkur er raun og óska eftir að vera drepnir sjálfur hálfpartinn. Þeir sem að nauðga ykkurum er að óska eftir að þeim verði nauðgað. Þeir sem eru að stela er að óska eftir að það verði stólið af þeim. Og þetta er Jesú alveg með á hreinu. Og og hann talar líka að eins og þegar þeir ætluðu að grýta konuna, bersyndugu konuna, þá hún var bersindug gagnvart Gamla testamentinu. Þá einmitt komu þeir til hans, farisæarnir, svo þú verður að grýta þessa kona því hún hefur brotið lögmálið og hún hefur brotið það sem Móse kom með af fjallinu. Fyrir ekki að ég ætla að finna það. Og já, ég finni það nú ekki alveg þá er sá ykkar sem syndlaus er kasti fyrsta steininum.
Sko, það sem að gerast í þessu versi að hann að segja sko hann að höfða til Guðs með litlum stöfum og hann að segja sko gerið öðrum eins og þér viljið að aðrir gjöri yður, sem þýðir það að því að þessi kona hafði ekki skaðað neitt. Hún hafði ekki brotið að gera engum skaðalögmáli, hún hafði mest skaðað sjálfan sig sko, eða þess að hún var einhverju lífstíl sem að einhverju þótt ekki fín, hórdómsbrot eða eitthvað slíkt, og hún hafði sjálfan sér ekki skaðað aðra, þannig að Jesú, þeir koma til hans með konuna og segja, Jesú, þessi kona hefur brotið lögmálið og þennan hópsáttmála og þetta lögmál skógarins og eða hvað þú vilt kalla það, og núna verður, og við komum með hana til þín Jesú og þú verður að grýta hana, af því það stendur í Biblíunni, eða þess að í Gamla testamentinni, og þið vitið að sagan segir að Jesú fór og skrifaði í sandinn, síðan rís hann upp og segir, sá ykkar sem syndlaus er kasti fyrsta steininum. Og flestir skilja söguna þarna. Þetta er rosa flott hjá Jesú, sko, þetta er flott saga. En ég hef tekið þetta kannski skrefi lengra og ég spyr, hvers vegna kastaði Jesús ekki steininum? Hann var gyðingur, var það ekki? Hann var meistari eða farisi eða hvað þið vilja kalla það. Og samkvæmt lögmálsbókinni þá bara nú skylda til þess að kasta steininum. Jesú fylgdi ekki lögmálinu. Hann fylgdi ekki orði Guðs. Og og hvað með það sko, það eru stóru fréttirnar að hann gerði ekkert með þetta, af því hann vissi að ef að hann hefði kastað steini í konuna sem hafði raun engan skaðað, að þá var hann búinn að falla á sínu eigin lögmáli að gera ekki öðrum harm, að þá hefði gerðu öðrum eins og þeir vilja aðri gjöra yður, það hefði alveg verið hægt að grýta Jesú sko. Og haldið ég hafi ekki fundið versið. Og við skulum lesa þetta vers líka, því þetta er Guðsþjónusta, þá gefa okkur tími í það. Jóhannesar Guðspjalli segir, kafli 8, vers 6-8. Ég kann að tóna líka. Þetta sögðu þeir til að reyna hann. Þetta var próf. Svo þeir hefðu eitthvað að ákæra hann fyrir. Ekki satt? En Jesú laut niður og skrifaði með fingrum á jörðina. Ég er gaman að vita hvað hann var að skrifa. Og þegar þeir héldu áfram að spyrja hann, rétti hann sig upp og sagði við þá, sá yðar sem syndlaus er kasti fyrsta steininum á hana. Og aftur laut hann niður og skrifaði á jörðina. Þetta er ekkert verið að kenna mikið í biblíufræðum eða kirkjum eða slíkt, nema náttúrulega á Frelsi TV. Og þið sjáu í vídeónum mínum stjórnarskrá Íslands, þá fer ég mjög mikið í þessa grunn siðfræði og ég mæli með því lesið þessa bók og einmitt mjög gaman að lesa hana í samhengi við það sem Jesú er að segja, því þú sér að þetta eru sömu prinsipið sem Jesú er að koma með inn í svipaðar aðstæður
og við erum í núna. Og kannski við lesum aðeins meira. Hérna fariseurar og fræðimenn, það eru alltaf, sko, eins og þið vitið að ég hef lýst með boksaran, sko, það er alltaf nokkur element sem vinna saman. Á Íslandi í dag er það, og við sjáum það meira sér aftur á tíma Jesú, það voru þetta Rómverjarnir, þeir eru með hervaldið eða með Lysía-dæmið, og það eru farisearnir sem eru svona elitumafían, farisearnir eru svolítið valdstjórnin, sko, og svo fræðimenninni, það er háskólasamfélagið. Og þeir komu með konu staðin að Hordómi. Sko, hún var ekki staðin að nauðgun eða morði, eða hún var ekki staðin að neinu sem að skaðaði aðra. Og þess vegna sjáum við með svona lög eins og með að banna vændi á Íslandi. Það snýst allt um það að svipta konur eignarrétti sínum og líkama sínum. En það er nú önnur saga. Og létu hann að standa mitt á meðal þeirra. Og sögðu við hann, meistari, þessi kona var staðin að verki þar sem hún var að drífa hór. Móse bauð okkur í lögmálinu að grýta slíkar konur. Hvað segir þú nú? Nú var hann búið með þetta. Og svo kemur inn atburðurinn. Og síðan þegar þeir heyrðu þetta, fóru þeir burt einn af öðrum, öldungandi fyrst. Jesú var eftir einn og konan stóð í sömu sporum. Hann rétti sig upp og sagði hann að kona, hvað var af þeim sem sakfelldi? Var það af þeim? Sakfelldi engin þig? En hún sagði engin herra. Jesú mælti, ég sakfelli þig ekki heldur. Ég held að þessi hérna setning til dæmis, henni hafi verið bætt við eftir á að fara sig. Þessa setningu hér kaupi ég ekki. Af því hérna bara í næsta orði er hann að brjóta sitt, hann er að segja að þú ert syndug. Þannig að þessu hérna, Biblían er öll í svona litlu myndskotum og þessna til dæmis að þið farið í kirkju og talaði þetta, þá var það svona, já, Biblían er öll innblási Guðs orð, þú verður bara að taka alla Biblían eins og er, annars ferðu til helvítis, bara eitthvað svona, veist, maður bara, já, heyrðu þessu allir blessaðar, sko. Veist, vilt þú ekki bara fá þér smá kókumalt og chilla eða eitthvað. Og hérna, þannig er ég búin að gera svolítið grein fyrir þessum Guð með litlum stöðum og ætla ég þá að fara aftur núna í Guð með hástaf og 2 litlum stöðum. Það er hérna, það er heimurinn. Hver skapaði heiminn? Veitir hver skapaði heiminn? Ég veit það ekki. Þeir segja að Guð hafi skapað heiminn. Og það er Guð með stórum staf og 2 litlum. Sjáu þið allt þetta galaxí hérna. Sjáu þetta. Vá. Veist, Guð skapaði allt þetta og þetta hérna vantarlega líka. Veist, er það ekki? Biblían segir að Guð hafi skapað heiminn. Fyrst var orðið var hjá Guði og allt þetta. Það er sagt að orð Guðs hafi skapað þetta allt saman hérna. En hérna, ég hef rosalega mikinn áhuga á einu. Menn er að tala að maður þurfi að vera hálf klikkaður til þess að trúa á Guð, sem er alveg þá rétt. En þá þarftu líka að skýrgreina hvaða Guð ertu að tala um. Veist, spurningin er eiginlega svo vitlaus og það er ekki hægt að svara henni. En þeir sem eru í þessum vísindatrúarbrögðum og New World Order trúarbrögðum, þeir trúa því að þetta séu myndir af þeim heimi sem við búum í. En ég auglýsi þá hér með eftir gaurnum eða gaurunum eða fólkinu sem tók þessa myndir. Hver tók þessa myndir? Hérna, ég hefði rosalega gaman að tala við hann. Hérna er bara, þetta eru flest saman einhver bara svona listaverk, sko, bara eitthvað sem einhver málar bara á jörðinni. Það er byggt á einhverjum örlitlum og svo getur líka bara vel verið að þetta sé svona, ég veit ekki, ég hef aldrei komist í þetta sjónarhorn hérna. Þannig að til þess að kaupa
þessa sögu hérna, þá verði ég að trúa því að ykkur hafi náð myndinni rétt. Og þannig að allt sem svona fjarlægt og ég get ekki testað, þannig það nú ætti nú eiginlega að vera vísinda undirstaða vísindana, að það sem maður getur ekki testað í hinu smáa, það getur maður ekki testað í hinu stóra. Og það töluvert af það sem ég að tala að það getur vel að þetta sé hárrétt endurspeglun á heiminum, ég bara veit það ekki. Það svona gaman að trúa, þetta sé allt saman svona, ég þarf að trúa eins og að trúa á Guð, að Guð hafi skapað heiminn með orðið sínu. Akkur á ég að trúa annari hugmyndin heldur en hinni, einhver ein hugmynd meira en heldur en hin hugmyndin, eða þú veist, ég miklu þegar ég tala Guð með stórum staf og menn fara alltaf í þetta rifrildi, sko, þetta og nú vilja menn örugglega fara að tala við þetta, akkur segir að þetta stjörnukerfi sé ekki rétt, þetta veist, það skiptir raun engu máli. Það sem að ég veit til dæmis, að ef ég tek eitthvað hlut, það var engin hlutur hérna akkurat núna, ef ég tek þennan hlut hérna og ég slepp honum, hvort haldið hann fari upp eða niður eða út á hlið? Hvert haldið hann fari? Rétt hjá ykkur, það svaka kraftur í loftinu. Guð hérna á staðnum. Sáðu hvernig hann togaði þennan. Þetta tengist ekki niður. Þú veist, þetta allt trikkið. Að taka eitthvað svona einföld náttúrulega lögmál og gera það eitthvað svona þyngdarlögmálið mun fara nema þið borgið 10 til mín, bankareikningurinn hér fyrir neðan. Að þeir búin að vera, mannkynið búið að vera, það þannig að þeir sem að vakna svona sví að þeir alltaf drepnir og pyntaðir og alltaf, og fjölskyldaðir og ættingjar og eða þjóðum þeirra eða ég veit ekki hvað, sko. Og það annað sem að Jesú kendi fólki að vera ekki hrætt við dauðann. Og allt góðu lagi með það, en ég ætla nú ekki að fara inn á þessa braut. En sem sagt, það alls konar svona bara náttúrulögmál í gangi. Og til dæmis eitt sem að við höfum tekið eftir í kristnum kirkjum að fólk kemur þar bara með alls konar sjúkdóma, læknar búin að skrifa á þú með þennan veikin og hína veikin og þú svona og svona, síðan kemur fólk alveg í sjokki í kirkjuna og fer í gegnum svona ákveðna fyrirbænir og kemur fullt af fólki til þeirra og ótrúlega gott við það og það svona það fer allt í að bara læknast. Og þá ég ekki að tala svona einhverja svona fyrirbænir það sem að þið veitir hvernig predikarnir láta fólk falla í gólfið, það stígur á tanna á fólki, svo ítir það því og þá dettur það í gólfið. Þannig þetta gert, sko. En reyndar það líka fólk sem að fer í ákveðna, eins og með bara þyngdarlögmálið. Þetta þyngdarlögmál hefur áhrif á mig, alla minn líkama. Og það til dæmis bara staðreind. Ég var með tölvubúð í gamla daga, þá tók ég eftir að allt reglulega voru allir brjálað, það var allt ómögulegt í tölvunni, það var allt bara virkaði ekkert, fólk hringdi og kom alveg brjálað, ég var bara það ákveðnar sveiflur í þessu, þannig ég fór að skrifa alltaf niður bara hvað komu margir svona brjálaðir eða hringdu brjálaðir og skrifa þetta í dagbók, svo tók ég eftir sem að dagbókur með sko myndar tunglinu, fullt halt og ekki ósýnilegt. Og svo fór ég að tóka því, já, heyrðu, þetta gerist alltaf þegar fullt tungl. Og þeir vitið allar lögreglur og spítalar og að það alltaf mesta álagi hjá þeim þegar fullt tungl Þannig þarna óbúslega einföld vísindalega sönnun, sko.
og sama gerist með sko, þetta af því að tunglið svo nálægt okkur og það náttúrulega stýrir flóð og fjöru. Trúið ekki á flóð og fjöru eða? Þú veist, það trúarbrögð? Og til dæmis ef að hugsið ykkur allir það væri ég var einu gaurinn sem vissi að tunglið hefði áhrif á flóð og fjöru, hvað ég geti þú veist, ég var alltaf með svona atburð niður við höfn og segja, já, heyrðu, í næstu viku, miðvikudag, þá mun hafsborðið lyftast svona mikið. Allir bara, vá, þetta þetta ókvöltið, ókulus, að fela þekkinguna sem ég var búin að ná. Þú veist, ég var búin að fatta það samhengið hvernig flóð og fjara það samhengið við tunglið. Og ég segi bara einhverjum frá því. Þá get ég rukka skatt, segjum að það sé alveg nauðsynlegt fyrir þjóðfélagið þetta fólk sem ég ætla að ná að kontróla yfir að flóð og fjara, segjum kannski að það sé búið að finna einhver orku sem að þjóðfélagið keyrir á sem að byggir á flóð og fjöru og fólk veit ekkert alveg hvenær flóð að fara að gera það, akkur það þá get ég komið og sagt, já, heyrðu, ef að þið borgið mér ekki skatt, þá stoppa ég flóð og fjöru, sko. Og síðan ger ég alls konar hræði og við verðum að borga með skatt, annars hættir flóð og fjara að koma. Og kannski fólk sem veit ekkert hvernig þetta virkar, kannski bara fyrir að borga skatt og drullur hrætt við það. Og svo endar þetta alltaf í vitleysu, alveg svo Jesú var að segja og benda á. Og það fólk segir líka oft, sko, akkur endur alltaf í sömu aðstæðum aftur og aftur, það að því að fólk lærir ekki að sögunni. Og fólk getur ekki einu sinni lesið Biblíuna, það eru svona ég veit ekki hvað, ég getur sérlega alveg lesið símaskrána og reynt að finna eitthvað samhengi úr henni. Til dæmis með símaskránar í Írak, það búið að drepa sko milljónir manna og drepa heilu borginnar, eru símaskránar einhverju sönnun á því af hverju fólk var drepið, þú getur tekið allt og sett það í vitleysu bara ef þú vilt það. Og fyrir mér það svolítið mikið þannig, það allt sett í einhverju svona vitleysu. En annað sem ég var að tala með lækningu, að það vísindaleg staðreynd að fólk sem að tekur bara sykurpillur eða placebo, þið vita þeir eru að rannsaka lyf, eða þeir gerðu það, þeir rannsaka náttúrulega ekki lyf í dag, þetta allt saman bara keyrt beint í gegn, en áður fyrr þegar menn voru að rannsaka lyf af fullri alvöru, þá tóku menn eftir þessu sem kallast placebo-effektin. Og það þýðir að þú trúir því að þú sért að taka lyfið, og þótt að sé ekkert lyf, að þá læknastu. Merkilegt. Og það óbærslega lítið gert með þetta. Akkur hafa til dæmis þessi morðvísindi ekki farið út í að rannsaka þetta betur. Og þið sjáu hvernig háskólasamfélagið og þessi New World Order tísku trúarbrögð sem í gangi núna, hvað það gerir lítið úr kirkjum og Jesú og bæninni og öllu þessu. Við vitum að sko það sem Jesú var að segja alveg spot on. Hann var í svona ástandi eins og verið að reyna að sitja upp hann bjó í svona þjóðfélagi eins og verið að sitja upp á Íslandi, það sem eru farisiða fræðimenn, það sem stjórnvöld og farisiða fræðimenn eru háskólasamfélagið, síðan eru verið að flytja inn rómverska hermenn núna, það var eitthvað vélbyssur og vopna eða rómversku hermennina og síðan komin elitan og þetta þjóðfélag bara verið að byggja upp á nákvæmlega sama hátt og var gert á tímum Jesú og þannig að það hefur raun ekkert breyst. Finn ég strax myndina sem ég var að leita. Þetta lítur að vera eitthvað guðlegum áttur sem fylgir okkur núna. Og það nú ekki allir kristnu vinir mínir úr kirkjunum samanlega því sem ég að blara, ekki halda það, en það óbærslega mikið af góðu fólki í kirkjunum sem eru bara að gera góða hluti. Kirkjurnar taka á móti
þegar allir eru búin að gefast upp á einhverjum þá fara þeir í kirkju og við höfum tekið alltaf á móti öllum. En þetta er þetta kerfi sem er byggt upp og þið vitið að faraó eða þeir sem eru efstir í píramídanum, það hefur ekki alltaf verið svona alveg á hreinu hvort að þeir eru guð eða menn, sko. Þeir hafa verið svona alveg á línunni, sko. Og þessi uppbygging hefur alltaf átt sér stað með sköttum og tollum og alltaf með einhverju svona einhverjum faraóveldi byggðist upp af því að þeir voru með sérstaka þekkingu á flóðu og fjöru Nílarannar. Þannig byrjaði þetta veldi og þeir sögðu ef þið borgið ekki skatt til faraós þá mun ekkert flóð koma á 7. hvert ár. Og þið sjáu hérna vídeóið mitt Hana-syndrómið mitt, að fólki tali trú það ef að það borgar ekki skatta og gjöld, eða sem skatta og tolla, þá muni sólin ekki koma upp á morgun. Og Ísland í raun alveg í þeirri stöðu í dag. Og síðan hérna farisegarnir. Þetta eru farisegarnir. Það eru þetta eru efri leigjarinn í háskólasamfélaginu og ríkisstjórninni, eða valdstjórninni. Síðan er hérna snobbstéttin, þetta eru skemmtikraftarnir og þetta fólk sem er svona sýnilegt, það er ríkt fólk og síðan eru prestarnir og þið sjáu til dæmis núna það er gríðarlega mikið svona hún Paris Hilton eða hvað heita, það er allt þetta hérna og prestarnir eru svona pólitísku flokkanir í dag, það eru alþingismenninir, ráðherrarnir og þetta lið sem er að predika New World Order þjóðfélagið og síðan eru það blaðamenninir og rithöfundinir og það lið, það er síðan eru hermennir, rómverjarnir, en takið eftir að sko blaðamennir og hermennir eru á sama level, það er mjög athyglisvert sko. Og þið vitið það allir, Ísrael núna er búið að tapa PR-stríðinu. Þessir sko, þeir eru með öflugasta fávita-lið heims af þessu elementi, hermanna elementinu. Og þeir hafa verið með öflugasta PR-liðið líka, eða stríðsáróðursliðið, en þessir eru búin að gera upp á bak í buxurnar sko. Þeir gengu einfaldlega of langt í leikunum. Og í þessu kerfi þá rennur alltaf allur skattur hér upp, öll auðæfi og allt rennur upp alltaf. Þessir eru bara vinnukallar sko. Davíð Oddsson og þetta lið, það er bara ekki þar sko. Þessi pólitíkusar sem þið sjáuð í fjölmiðlunum, það er bara alltaf þegar við erum að tala vonda pólitíkusa, þá kemur alltaf Davíð Oddsson fyrst upp í hugan. En ég ítreka að þetta snýst ekki baráttu við menn að holda blóði, heldur að anda verið vonskunar í heimingegnum. Þannig að mér mislíkar mjög þegar menn eru að ráðast að Davíð, menn eru að ráðast að upprunans og kalla hann móli, eitthvað, ég veit ekki alveg hvað orðað er. Menn eru það er sóðaskapur. Ég mótmæli því hér með. Hins vegar þarf maðurinn að svara fyrir verkin sín. Hann er hluti, hann er sekur aðild að stríðsglæpum með því að samþykkja innrásina í Írak, styðja það, og Halldór Ásgrímsson er samsekur honum, þeir báðir eru jafnt sekir og þeir eiga að fara fyrir réttarhöld, þjóðar réttarhöld fyrir þann glæp sinn. Og síðan eru svona iðnaðarmenn og þeir sem eru bara að gera stöf og svona rafvirkjar og alls konar kraftsmenn fá örlítið meiri status heldur en þrælar.
og bændur. Þannig að þetta píramídin sem alltaf verið að búa og búa til, og til þess að halda þessu í gangi þá þarftu einhverjar blekkingar og til dæmis þegar þeir eru að birta myndir af þessum risa heimi, þá upplifa með þessu svo rosalega lítinn. Við erum bara sandkorn í alheimnum, sko. Og sú tilfinning tel ég vera framleidd. Eða sem sagt, þið vitið það að þegar var farið að setja upp útvarpssenda út í heimingeimnin, þá komist menn að því bara, heyrðu, það bara stanslaust flæði af einhverjum bylgjum og sendingum, sko. Bara stanslaust utan geimnum. Og svo fóru þeir að mæla þess meira og það bara stanslaust flæði af alls konar svona öreindum eða man ekki hvað það kalla, svona geimendum einhverjum, til þeim sem að býr til skýin hjá okkur. Það eru particles eða einhver eindir sem koma. Það bara stanslaust flæði af þessu í heiminum, eða í alheiminum. Og til dæmis þegar það eru sólargos hjá sólinni, þá breytist segulmagnið hjá jörðinni og þá fara þessi particles aðeins fram hjá jörðinni og þessna alltaf þessar sveiflur í veðri, þessna koma til dæmis ísöld, það mikið sólgos, þá breytist segulmagnið og þá fara þessar particles fram hjá. Og þetta vita þau vísindi sem eru opinber mönnum eru miklu minna en það sem að elitan veit hvernig þetta funkar allt saman. Og svo vitum við að tímatal Majan allir, þá voru þeir að tala heimsendir, en þá voru þeir að tala endan á risa hring sem jörðin og sólin og allt það drasl að fara. Og það virðist vera eftir hvar við erum á þessu hring, þá eru ýmislega áhrif. Það eitthvað mismunandi eins og núna hefur segulmagn jarðar undanfarin ár allt verið bara í vitleysu. Og til dæmis voða lítur umræða akkur svona segulmagn, og það virðist vera að með reglulegu millibili vaknar mannkinn, bara allt inni bara, við erum búin að vera sofandi. Og það virðist vera með, eins og ég gat merkt við í dagbókina hjá mér, hvenær allir urðu óbúslega argir út í tölvuna sína, þá veit elitan cirka hvenær allir vakna. Það virðist einhvern veginn koma, ég veit ekki hvaðan, kannski bara út af internetinu, ég veit ekki, eitthvað gerist. Allavega, að það þessi Guð með alheimsins, það sá Guð. Nú síðan Guð með stóru stöðum. Það bara mannanna verk til þess að búa til svona þrælabúðir, þrælakerfi, að geta fóðrað orgíurnar og allt það hjá elitinni. Og akkur það voru ekki frægust páfuglafjaðrinnar og rómversku orgíurnar og allt það. Að sko til þess að fólk geti hangið í orgíum allan daginn, þá þarf einhver að vinna fyrir það. Þetta það sem eldumafían að gera. Þeir eru alltaf bara í einhverju svona dæmum, sko. Og þið sjáu þeim í myndinni sem að ég talaði það Brave New World, þá eru þá sýnt þeim svona þegar þau fara gegnum svona þvottastöð og það fara þau svo inn í svona orgíur sem hannaðar af eldumafíunni. Og þetta lífstíllinn á valdstjórninni á Íslandi. Þetta lífstíllinn á leiðinni í Brussel.
Þetta lífstíllinn hjá konungsfjölskyldunni og meira að segja þetta lið komið alveg út fyrir allt velsama. Þau eru farin að það er gríðarlega mikið það er gríðarlega mikið af börnum sem eru þvinguð sett inn í svona orgíuveislur hjá valdstjórnunum og það er þeim nauðgað eins og engins í morgundagurinn því að síðan eru þau drepin og drukkið úr þeim blóði og það er þessi satanismi, Guð með stórum stöfum gætu við þess að kalla Satan eða djöful. Þetta eru alveg djöfulleg kerfi og þetta var svona meira að segja í víkingasögunum okkar. Þar voru í víkingasögunum þá voru þeir ekki alltaf í langhúsi að sukka. En það var nú reyndar held ég allir sem fengi að vera með í því og ekki það að það sé eitthvað lífsmarkmið að vera alltaf í einhverju orgíum ef fólk ef fólk hefur áhuga á því þá er það allt í lagi en það má ekki byggja á því að meiða aðra og níðast á öðrum og þetta eru svona þessar guðlegu pælingar mínar og þetta snýst alltaf hópisma og skatta og tolla og einstaklingin. Þess vegna mikið núna verið að reyna að draga við Íslendingar og Ameríkanar til dæmis við búum rosalega vel að stjórnarskránni okkar. Það er óbúslega erfitt að díla við Íslendingar til dæmis að því að hópisma lögin ekki svo sterk. Til dæmis bara að minna en 50% Íslendinga mætir í kosningu þeir reynda að falsa bara það allt saman þá hafa þeir engin völd og reyndar eins og þið sjáðu í vídeónu mínu umboðslaus valdstjórn þeir hafa engin völd þeir get ekki sannað umboð sitt þeir brenna alltaf kjörsælana strax á eftir og þá erum við í þessu guð dæmi stóru stöfunum sataníska kerfinu að við getum alveg segjum að ég lána einhverjum pening, 1.000.000 og ég læt hann skrifa undir skuldabréf til þess að ég geti rukkað hann ef hann ætlar ekki að borga og svo brenni ég skuldabréf það er heimskusti valdstjórnar hennar þeir eru svo heimskir að það alveg með ævintýrum en það þetta bara mafíósar og fávitar og þess vegna svo mikilvægt til dæmis þegar menn hafa verið að tala að beita valdi og menn að tala að taka þessa dúta sem valdstjórnun og bara drepa þetta fólk eitthvað svona þá alveg að klikka á grundvallar atriðunum og eitt má nú elitu mafían eiga þeir reyna allavega að blekkja fólk til þess að gefa upp súpudiskinsun svo kemur fram hjá honum Jakob gamla það voru 2 bræður sem að og það var til siðs að sá sem fættist fyrst hann erfði allt gósið sem reyndar svolítið ósanngjarnt og súpudisk finn ekki Jakob held að örugglega verið Jakob þið finnið þetta bara sjálf í biblíunni eða ég fjallaði eitthvað og það voru sem 2 bræður annar fæddist með svona réttinn og þannig fæðumst við fæðumst með öll réttindi og endilega
eins og þið sjáðu í stjórnarskráni hjá mér, það ekkert réttindi sem þarf að gefa neinum. Þú bara fæðist með rétt, til dæmis þegar ég fæddist teljið þið til dæmis ég hafi rétt til þess að draga mér andan, súrefni, eða þarf ég að fá eitthvað leyfi til þess. Þú veist, þegar maður fæðist fær maður eitthvað bara kvóta, og í raun er þannig að CO2 sturlunin, hún byggir á því að þegar þú fæðist þá kannski færðu 2 ára kvóta af súrefni, síðan þetta fara að borga fyrir súrefni eða fráblástur eða súrefni, þetta er raun skattur á súrefni, sko. Og þetta liður orðið svona sturla, sko. En það er bara einfaldlega þannig að ef að einhver annar þykist geta rukka tolla eða skatt af súrefni, þá geta allir gert það. Að við getum einfaldlega að það er í 2 menn í herbyggi þar sem annar segir, já, ég ætla að rukka því skattum, þú ert alltaf að borga mér svona mikið, hugsa mangar einmitt að þeir séu saman í einhverju herbyggi sem 100 fermetrar og þeir eiga sig 50 fermetrana og svo segir annar við hinn, já, heyrðu, þú þarft að borga mér 1 fermetra á dag fyrir að draga þér andan, súrefni kostar bara það. Þá segir hinn bara, nei, ég ætla að rukka þig 1 fermetra á dag, súrefni kostar bara það, eða ekki? Og síðan rífast þeir bara endalaust þarna og það endar bara í einhverju vitleysu. En svo er annar farisi og fræðamaður. Hann fyrir að segja, já, heyrðu, sko, ef að þú dregur að þér andan svona mikið, þá dettur niður þrýstingurinn í herbygginu og herbyggi mun hrynja yfir okkur og við munum deyja. Og þá segir hinn, já, það er nú ekki gott, sko. Og svo heldur hinn áfram, segir, já, og ég er búin að finna lausnin á þessu, hvernig við leysum þetta. Og þú þarft að greiða mér 1 fermeter af þínum 50 fermetrum á dag, af því að þú sérð alltaf þegar ég fer inn út í hornið og lyfti höndunum, þá tryggi ég súrefnismagn í herbygginu, sem þýðir að herbyggi mun ekki hrynja yfir okkur. Og hinn svona, já, heyrðu, ertu alveg viss með þetta? Já, þetta bara svona. Og hinn kannski ekki alveg að kaupa þetta. Og svo þannig að láta ekki don't let a crisis go to waste, svo kemur kannski jarðskjálfti. Og og þá segir þessi sem er að plotta, já, sjáðu, nú er herbyggið að hrynja, nú er herbyggið að hrynja, þú ertu búin að vera að anda mikið að þér, já, þú ert búin að vera að anda allt og mikið að þér, sko, nú verður bara að borga skattin eða herbyggið hrynur. Og þá kannski lætur vinurinn til leiðast, af því hann er svo hræddur, hann er bara, Guð hjálpi mér, það er bara alltaf að til helvíti sína. Og þá eftir 50 daga á annar aðilinn allt herbyggið, og þá er orðið þröngt hjá þessum sem að borgar skattinn fyrir að eyða ekki öllu súrefni, þannig að herbyggið heimurinn inn ekki. Og og þá er þessi sem á núna allt landið, allt draslið, hann getur farið að setja alls konar skilyrði. Það kannist við þetta Þetta er höfðinginn hjá Asterix og hann er alltaf að tala með himnarnir séu að hrynja. Og af því að hann einhvern veginn bjargar öllu, þá eru 2 sem alveg til í að bera hann út allt. Hann getur ekki labbað einu sinni. Þannig að þannig er þetta gert. Og svo þegar hinn á ekkert landrými eftir, þess að sjá að það er aðalega verið að ráðast eftir landi Íslendinga, landinu okkar, með öllum lagatæknilegum, herrtæknilegum, öllum ráðum beitt til þess að taka okkur þessa 50 fermetra sem við eigum í heiminum. Og þegar hann er búin að ná öllum fermetrónum,
þá getur að fara að setja alls konar skilyrði. Það segja, heyrðu, þú þarft að nudda mig á hverjum degi, þú þarft að gera svona og þú þarft að elda mat handa okkur og þú þarft eiginlega að gera alla vinnuna og ég ætla bara að vera hérna og hafa það næs. Og þá segir hinn bara, nei, ég ætla ekki að gera það. Jú, annars þarftu bara að drulla þar á landinu. Og það er svolítið erfið kjör að hafa einhver stað til þess að fara á. Og þannig, svona er þetta gert. Og Jesú var svona dúti eða svona gaur sem að fattaði þetta allt saman. Og hann fór einmitt að segja, þú veist, hann fór einmitt að tala þetta skatta og gjöld, sko. Og benda á að konungarnir rukka ekki sín eigin sjálfan sig eða börnin sínum neitt skatt. Þannig að hann er að benda, sko, Jesú hefði alveg geta gengið Ísland í dag og bent á öll sömu elementinu voru í gangi. Og íslenska þjóðkirkjan til dæmis, hún er Bakkabræðrakirkja. Í raun er Bakkabræður. Í raun er íslenska þjóðkirkjan að vinna sömu vinn og Bakkabræður voru að dunda sig, ekki fyrirtækið heldur hinn raunverulegu Bakkabræður. Þið munið kannski söguna Bakkabræður. Þeir voru byggðu hús og steingleymdu að opna að setja glugga á svona dót til þess að fá ljósið inn. Og þeir voru í gríðarlegu vandræðum með þetta. Endaði með því að þeir duttu niður á það þjóðráð að setja ljósið úti í tunnu og bera það inn í húsið. Og í raun er þjóðkirkjan þessi prestastétt, meira að segja ef þið farið út í frjálsu kirkjunar sem allir eru tollheimtumenn á sínu eigi fólki, þá eru þeir rosalega mikið að bera ljósið inn í tunnum og skilja ekkert af hverju funkar þetta ekki. Það er að því að það er búið að gjörsamlega rugla fólk í rýminu. Og við getum ímyndað ykkur að ég ætla að selja ykkur bíl. Segjum ég ætla að selja ykkur bíl. Ég er með nýjan bíl. Eða ég er með nýrri bíl en þið eru með. Og þessna er alltaf verið að segja fólki sko bara, já, Jesú er bara fábjáni, Biblían er ekki til og þetta er svona og þetta er eins og einn og allt þetta. Sko þessir kallar þeir ætla að selja ykkur bíl. Og þið komið kannski á bílasöluna á bílnum ykkar. Þið svona, já, ég er ekki alveg sáttur við bílinn, hann kannski farin að eyða heldur miklu og spurning hvort ég endurnýja. Í hvaða tilfelli haldið þið, tökum þennan gaur hann er svo flottur. Þetta er valdstjórnin og þjóðkirkjan og háskólasamfélagið, það er þessi guður Aldrei með verið einhvern hleypt inn í háskóla aftur. Þetta er háskólasamfélagið. Þeir þurfa að kaupa bling bling og þess vegna eru þeir að selja ykkur CO2 aflátsbréf og krabbamins blekkinguna og AIDS blekkinguna og allt þetta. Þeir þurfa bling bling sko. Og læknanir og í undaskilendar þetta er allt saman gott fólk, ekki miskilaði með það. Ég nenni ekki að taka þá umræði núna allavega. Þið vitið að aðalsmerki rásarinnar baráttan er ekki við fólk að holda blóði heldur andaveru vonskonar og allt það. Og þessi gaur þú fer með bílinn til hans og segir, já, ég er að spá í nýjan bíl. Haldið að hann fara að segja við ykkur, nei, þú ert í raun á góðum bíl sko. Nú, já,
Sko þessi bíll hjá þér bara í góðu lagi, þú getur keyrt hann í 300.000 kílómetra í viðbót áður en að borga sig að stækka upp. Og þess vegna fara allir á taugum, sko, þegar bíll fer upp í 70.000 þá það bara ónýtir, það bara kjaftaði. Góði bíla áttu bara 300.000 kílómetra eftir, sko. Og það verið að blekkja til þess að geta keypt þetta bling bling og allt það, þú veist, sýna ykkur hinn bling blingin okkar að hérna, nefnum við, sjáum bara Pope og Dekan. Þetta annar svona bling blingur. Þetta sjáðu, þetta sami gaurinn, sko. This is Mr. Bling Bling and þetta Mr. Bling Bling. Og hérna þessir nú komnir einna lengst í bling blinginu. Og hérna veljum bara þessa, sjáðu hérna, tökum þessa mynd. Þetta sko alvöru bílasölumenn. Þessir myndu geta selt ykkur hvaða bíl sem Hérna sjáðu, þeir allir með bling bling. Og svona í einhverjum svona handbólhúsum. Þeir svona í húsum sem samkvæmt boðskap Jesú Krists, eða ekki? Allt þetta hérna snýst að rukka aflátsbréf og tolla og skatta og allt þetta, sem allt sama dæmið, sko. Og þessi bling bling, til dæmis ef að þú fer til læknis og segir ég með smá hausverk, þá segir læknirinn, já, heyrðu, ég einmitt með pillur við því. Og lækninum sko alveg skít sama hvort að þú læknast, hann vill alltaf helst ekki að þú læknist að pillunum, þá getur hann ekki keypt nýjasta blinglingið sitt. Og þannig að hann segir, já, heyrðu, ég hérna með pillur við því. Alveg eins og ég að selja pillur við 8, muniði. Það svona, við erum komið með hérna lyf sem heitir placebo við því. Og ég reyndar að reyna að fá ríkisstyrk til þess að selja þetta placebo við 8 og slíku. Það eitthvað að hyggsta hjá þeim. Að þessi gaur mun ekkert segja við þig, já, heyrðu, þú getur bara notað þinn bíl í 5 ári viðbót og þarf ekkert að kaupa nýjan bíl að mér. Hann mun segja, já, þessi bíl þinn nú greinilega orðinn gamall, sko. Það algjör drusla, sko. Og þannig ég get ekki tekið hann upp í á miklu verði, sko, og þessi hérna bíl alveg æðislegur, sér að hann miklu, miklu betur en þinn bíl. Þú verður bara að kaupa hann. Það kaupa allir þennan bíl núna, það og svo bara bla 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 og svo þegar þú ferð heim, þá hann með feitan tjekka fyrir sig og búið að býta bílunum og allir, og ánægðir það ekki. Það ekkert, þetta bara svona user system. Og það það sem að ég vill helst einhvern veginn vinda ofan af. Ég óðalega lítið hrifinn af svona ógeðslegum kjúklingabúum, sko. Ég vil eiginlega ekki að fólk lifi hér í þessu ástandi. Þetta og þess vegna sjá það verið að breyta allir þannig að fólk þurfa að flytja í stórborginnar. Ef þið horfið á þjóðfélagsþróun Íslands til dæmis undanfarin einhver 20-30 ári eða bara alltaf, þá snúast allar aðgerðir einhvern veginn að því að fólk fari í búrin sín, að fólk fari úr þessu ástandi hérna. Þú veist, get ég til dæmis flutt á einhvern eyðibýlistað á Íslandi og fara bara að veiða í sjónum? Nei, þú mátt það ekki. Það bannað, þú ert að fá kvóta. Nú, má ég ekki bara eins og fuglinn sækja með til matar? Nei, þú mátt það ekki. Það bara bannað. Nú, af hverju? Já, við bara segjum það. Ef þú ert eitthvað ósáttur við það, þá getur þú fengið símanúmeri hjá Velbyssusveitinni og þeir koma bara og ganga frá þessu máli. Þannig málið. En sko, Jesú var raun miklu meira að tala fyrir þessum lífstíl hérna.
Hann var að segja til dæmis við trúboðana sína, eða þeir sem ætlaði að fara að boða út trúna, þá sagði hann við þá, takið þið ekkert með ykkur, farið þið bara eins og þið eruð stattir og fólki sem þið talið við, það mun bara gefa ykkur mat og það reddast allt saman. Og þess vegna svo skrítið allt þetta kaþólska, þessa kirkjudæmi sem alltaf verið að byggja upp þessi steinmusteri, það skipta hvað þetta engu máli. Og hvort haldið til þess að þessi fuglar hérna séu hamingjusamari og heilbrigðari og líði betur heldur en þessir hér. Sko þessi fuglar hérna, til þess að þeir meiki það, þá þarf svolítið að dæla í þeim lyfjum og óbótaefnum og drulli og viðbjóði. Þessi fuglar eru allir uppdópaðir af einhverju drasli, sko. Bara til þess að hreinlega geta lifað. Og bóluefni og allt þetta. Það er allt saman dælt í þetta lið hérna. Þessir hérna bara, bóluefni, hvað mennur? Hvað er það? Og þá fær maður að spurja, fyrst að þessir lið þetta allt saman af hverju þarf það að bólusetja þessa? Af því að sko hérna er verið að segja við þá sem er í þessu ástandi hérna, það er verið að segja að þið verða að fá bóluefni annars deyið þið. Og þá segja þessir, já, virkilega, ef að við fáum ekki bóluefni deyið við það út. Þeir hafa aldrei fengið bóluefni. Það er enginn sem hefur eftirlit með hvað þeir borða. Það er enginn sem að til dæmis þessi fugl hérna. Þetta getur nú verið bara einkennis. Ég ætla að setja þessa mynd á vídeóið þegar ég þarf að skoða þessa mynd betur. Þessi fiskur hérna, hann hefur aldrei farið í gegnum neina matvælastofnun eða neitt eftirlit. Þessi hérna gaur er ekki með neitt kvóta. Þessi fugl hérna hefur meiri réttindi heldur en íslensku borgari samkvæmt lygavilsinu sem verður að presentera í hausinu á okkur, sko. En það er ekkert þannig. Þetta er allt saman lygar og blekkingar. Af hverju eru þessi fuglar ekki útdauðir fyrst að þeir fá ekki bóluefni og þeir éta bara drasl úr náttúrunni? Af hverju þeir ekki allir fársjúkir og blæðandi út úr eyrunum á þeim og aftur endanum á þeim og út úr munnina á þeim og allt slíkt? Af hverju er það? Þannig að Biblían í öllum þessum þýðingum, það er alltaf að reyna að þýða eins og þið sjá núna er íslenska ríkisstjórnin búin að gefa út einhverja nýja, eða valdstjórnin íslenska er búin að gefa út einhverja nýja tegund af Biblíunni. Og ekki það að hinn fyrri hafi verið eitthvað svo mikið rétt, en þessi nýja er náttúrulega ennþá fjær sannleikanum. Það er alltaf verið að skrifa einhverja Biblíu bara svona fyrir einhver pólitísk markmið. En einhverja hluta vegna þá hefur boðskapur Jesú Krists komist í gegnum allt þetta dæmi. Til dæmis þegar ég les Biblíuna og les það sem Jesú Kristur er að segja og ég læt ekki leggja mig einhverja svona hömlur, þroskahömlur, þá átta ég mig á því hvað hann er að segja. Og ég stundu líkti við að ráðandi öfl leitan hefur sett svona hvert skítalagið á fætur öðru í Biblíuna. Þannig að maður sér ekki bara hvar kúkurinn byrjar og skíturinn endar eða hvernig þetta er. Og maður getur hugsað sér orð Jesú Krists eða boðskap Jesú Krist sem perlur. Og þú veist að þú tekur kúk og treður honum ofan í skít og hrærir svo í, þá er bara erfitt að greina á milli. Það rennur bara saman í eitt drullumall. Hins vegar ef ég tek perlu og dýfi hún í blönduna af kúk og skít, þá get ég fundið hana. Ég get farið með hendinni og græði hérna er perlan. Og síðan þarf ég bara að fara með hana aðeins undir vaskkranan. The holy water. Það er ég bara að skóla af perlinu og þá bara, ég skil hvað það minnar Jesú. Ég er með hérna perluna hjá þér.
og það sem ég hef verið að gera undanfarið er bara að fara og týna perlur Jesú Krists. Já, heyrðu, Stefán Miljö þykist einmitt að vera að fatta þetta sem þú sagðir hérna fyrir langa löngu. Og og það er óbúslega erfitt fyrir búrfugla að skilja hvernig í ósköpunum farið þið að. Hugsaðu ykkur samtal á milli þessara tveggja fugla hérna. Hugsaðu ykkur samtal. Þessi hérna er hrópandinn í eyðimörki, þessi hérna fer einhverju hluta vegna hingað og fer að tala við þessa fugla hér og segja bara, heyrðu, já, fáið þið mat aldrei, þið getið flóið allt, þið getið gert þetta og gert þitt, þá segir þeir, já, en hver á að koma með matinn? Hvað meinar, hver á að koma með matinn? Já, ef ég fer hérna úr búrinu, hver gefur mér það mat? Það kemur hérna húsbóndi einu sinni tvisar með reglunum millibil og gefur mér mat hérna í tróið, það kemur alltaf matur hérna og svo vitum við að það eru úlfar alls þar í heiminum, þannig ef við förum úr búrinu, þetta búr er ekki til þess að halda okkur inni, það er til þess að venda okkur fyrir úlfunum og minknum, við þurfum vend fyrir minknum og ef að minkurinn kemur þá étur hann okkur öll og og þið vitið líka Grýla getur komið og tekið okkur í pokan, þannig að við þorum ekkert að fara úr búrunum. Heyrðu krakkar, í alvöru, ef það kemur eitthvað refur eða minkur þá fljúum við bara í burtu, þess vegna erum við fuglar. Hvað meinar, þessi greiði er náttúrulega ekki flegur lengur, það er gjörsamlega búið og þess vegna allar þessar erfðabreytingar í gangi, af því að það á að með einhverju lyfjasulli og eitursulli á að gera fólk að svona dýrum. Þessi greið kunna nú ekki að fljúga lengur. En við mannkynið kunnum ennþá að bjarga okkur og erum fljóta að læra þegar við förum að gera eitthvað. Þannig að þetta er rosalega mikið svona bara, þetta er óbúslega einfalt og þetta er raun nákvæmlega sem Jesú var að segja. Og þessna urðu þeir að drepa hann bara ASAP ef við slettum ensku, as soon as possible, eins fljótt og auðið er. Og þannig er nú bara það, til dæmis Galileo, þegar hann kom fram einhverja aðra kenningar sólkerfi, þá trilltist allt þegar það gat truflað skattheimtuna og tollaálögurnar. Hann var bara skúpað í fangelsi. Og það er alveg raunhæfur möguleiki að ég vinni mér inn cruise-siglingu með pyntingaskipinu Þór. Það getur vel verið að það gerist. En ég er svo heppinn að vera frelsaður fyrir náð Jesú Krists og ég hef gert blóðsáttmála við Jesú Krist. Þannig að þeir sem að sko, það getur allir gert sáttmála og samninga, það er ekkert að því, það er bara ekki með valdi og það með allir borga skatt eða vilja, bara það má ekki innheimta með valdi og þannig að ef að ykkur skaðar mig þá er hann að vinna gegn blóðsáttmála sem ég á við Jesú Krist og þetta tala ég nú svona andlega, þetta er svona ákveðin andlegir hlutir og Jesú Kristur skiptir raun einhver máli hvort hann er raunverulegur eða ekki. Skiptir einhver máli hvort þú trúir að hann hafi verið til eða ekki, breytir akkurat engu. Og þessir andlegur hlutir eru upp að vissu marki sannanlegir. Eins og ég sannaði fyrir ykkur áðan þyngdarlögmálið. Svo heiftarlega það datt alveg niður á golf, hluturinn sem ég sannaði með. Og það er alveg að sanna það að fólki sem að líður óbáslega illa og er ekki
í andlegu jafnvægi og skilur ekkert af hverju það alltaf líður svona illa með reglulegu millibili, það skilur ekki mun á flóð á fjöru eða fullutungli eða þau áhrif sem utanaðkomandi áhrif sem hafa áhrif á líðan fólks, og fólk lætur alltaf blekkja sig að fara í einhverja pilluleiðangra og er alltaf í viðskiptum við einhverja bílasölu sem að kalla sig lækna eða lögfræðinga eða presta eða prófasta eða menn eru mjög hugmyndaríkir alls konar svona nöfnum til þess að nýðast á fólki. Og þetta er útskýring mín á Guð eða Guði. Það er 3 ólík fyrirbæri. Og þið sjáu ég fór nú kona vildi að ég færi jakkan í dag því ég er að predika. Og lofgjörðin rann ljúft með Frank Zappa og nú er komið að því að taka samskot. Nei, ég er bara að fíblast í ykkur. Það er bara að grínast í ykkur. Ég hef bannað þeim sem eru fátækir eða eiga lítið af peningum akkurat núna eða hafa úr litla spila. Ég bannaði ykkur að senda mér okkur skapaðan hlut. Og ef þið sendið mér ykkur og ég kemst að því að þið eru í ykkur neyð eða þið eigið ekki pening, þá verð ég bara að senda ykkur það tilbaka. Við getum bara sparað þann flutningskostnað. En þið sem að sannarlega hafið eitthvað umfram og viljið eitthvað styðja mig í því sem ég er að gera, þá er það náttúrulega vel þegið. Og hugsanlega er skynsamlegra að senda mér eitthvað stuðning til þess að ég geti stutt ykkur heldur en að kaupa einhverja pillur út í búð, ég veit það ekki. Þetta er bara svona eins og ég býð einhvern herður til ég að stilla með mér mikrofónin. Það sé, já, ekki mál. Þið eru bara að senda mér þannig hjálp með þessum gjaldmiðlum sem er í gangi. Og það er svo sem á geta nota þá þar sem þeir virka, sko. En ég vil ítreka það að þið séu ekki að senda mér ef þið eruð í kröppum dansi eitthvað starf. Og bara senda mér það sem það er umfram eða hvernig það er. Og þannig að nú er búið að tala fyrir samskotunum. Og margir, það búið að telja mörgum trúum að kaþólska kirkjan, eða þessi kristna kirkja, hvað þið kallið, sko, þessi trúabrögð, að menn hafa oft spurt hvernig stóð það að fólk fór að borga aflátsbréf og borgaðu þannig að það tapaði þessna öllum eigum sínum og verður bara svona sveita ómagar. Það búið að heyrða alltaf þessu fólki og þá þurftu þeir eitthvað svona blekkingu til þess að friða fólk og þá segja, já, heyrðu, farðu bara með bænina þínar. Og þá mun Guð breyta hugum þínum. Guð mun redda þessu fyrir þig. Þú ferð bara og biður. Faðir vor, þú sem ert á himnum og það, þú ferðu bara og biðu þetta 50 sinnum og þá mun Guð rétta hag þinn. En þú þarft að borga aflátsbréfið, ekki klikka á því, sko. Og ef þú borgar ekki aflátsbréfið, þá sendum við sýslumann og vélbyssuhreiðrið á okkur. Og það er sama blekking í gangi í dag. Vitið hvað hún kallast? Gefa ykkur smá tíma til þess að hugsa. Hvaða blekking er í dag sem að kemur í staðinn fyrir bænina? Rétt, það eru kosningar. Það er sama blekkingin. Prestarnir sögðu alltaf bara, já, heyrðu, þetta er óbúslega leiðilegt, þú er búin að tapa öllu, þetta er eitthvað bara, það gerðist eitthvað, þetta var allt þér að kenna, þú syngaði svo mikið og nú er bara erum við búin að taka allt draslið að þér og þú verður náttúrulega að byggja upp þitt líf og vera réttur gagnvart Guði, þú þarft að biðja faðirvorið 500 sinnum og þú þarft að gera þetta og gera hitt til þess að rétta hlutin, að þetta er raun allt saman þér sjálfum að kenna, skilur, það var þú sem syngaðir. Og fólk fór síðan heim og bara svo
gerist náttúrulega ekki neitt og breyttist ekki neitt og liðið fór allt saman bara í orgíunar sínar. Og kosningar eru notaðar í dag á nákvæmlega sama hátt. Og fólk mætir alltaf reglulega í kosningar og já, breyttu þessu í kosningaguði minn, breyttu stöðunni og svo er þetta lið að hæðast af guði í nákvæmlega sömu aðstæð. Þetta er alveg skelfilegt. En hins vegar sko, eins og ég segi, baráttan við andaveri vonskunar og ég á ekki náttúrulega vera að hlæja að fólki. Skilurðu, þessum hænum eru kannski með einhver alls konar sniðugar skrítin ritual og það er eitthvað sem þessi fugl myndi, sem hann kæmi inn í þessar aðstæður hann myndi bara byrja, hvað meinar, skítið hún á hvort annað og hann myndi aldrei skilja þetta, þessi fugl, hann myndi aldrei skilja, betur akkur að hangi allan daginn. Hvað búin að fljúga mikið í dag? Það kemur alltaf smá uppstreymi á kvöldin. Hvað búin að svífa mikið upp? Það eru svo ólíkir heimar. Og ég er að boða þennan heim hér. Þetta vill ég sjá hvað þetta fallegu fugl. Eina ástæðan fyrir mig langar þess að koma heim til Íslands er að fara í sundlaugarnar. Þegar ég kem heim til Íslands þá verð ég í sundlaugur allan tíman. Ég mun vera með beinar útsendingar það. Ég tek með mér í sundtölvuna og ég mun fara all land og taka ljósmyndir. Ég var ekki alveg nógu duglegur að taka ljósmyndir þegar ég bjó í Íslandi, því miður. Þegar ég var náttúrulega bara staddur alveg í klessu eins og allir aðrir. Ég er alveg búin að ganga þennan veginn, allan veginn. Og þannig að takiði frelsis blessun frá Frelsi TV, vinniði í Guði með allt með lágstöfum. Þar byrjar hamingjan, þar byrjar allt. Farið síðan næst að átta ykkur á því hvernig Guð með stórum upphafstað, hvernig hann virkar og hvernig hann hefur áhrif á ykkur og líðan ykkar og líf og alla veruleikan. Og forðist viðskipti og samneyti við Guð með öllum stórum stöðum. Forðist þann djöful eins og andskotann, eða andskota eins og djöfulinn. Eða hvernig það er. Og eins og ég hef lýst á því með hægra og vinstra heilahvelið, þegar þau renna saman, þegar að kvenlega hliðin og mannlega hliðin, karlmannslega hliðin renna saman, þá myndast þriðja augað og opnast þá opnast andlegu veruleiki fyrir ykkur. Að það er Guð og Guð, Guð með litlum staf og Guð með stórum hástaf. Guð með, ég þarf að hafa þetta okkur svona spjöldum, Guð, einn stórstafur, tveir litlir. Þegar það rennur svona saman á ákveðnu leyti, þá opnast þessi andlega opinberun og þá opnast það sem kallast þriðja augað og allt það. Og þá kemstu í þessa stöðu Hugsa ykkur, við erum að óska eftir því megum við komast í sömu stöðu og lundin og við þurfum að spyrja leyfi. Má ég vera svo lundi? Er það mögulegt? Bara fuck it, ég þarf ekki að spyrja neitt að því. Og takiði lundalegri blessun og léttiði lund og komið bara sem oftast í Guðþjónustu á Frelsi TV og
Megi Guð blessa ykkur, allir nema sá sem með stórstöðum, öllum hástöðum. Takk og bless.